Hey folks, velkomin í einsás afmælisþátt flæðisgersins með Rökkva og Jóa hugsaður. Það búið að vera ár síðan við byrjum á þessari vitleysu. Já, til hamingju með afmælið okkar öll. Já. Og við erum hérna með Björgvin Frans Gíslason sem allir ættu nú að þekkja. Við hérna segjum alltaf að þessi leyndarmál hversi gesturinn í næsta þætti og við erum alltaf sagaður að við erum aldrei komnum með gest. Þannig að við sögðum væri með landsþekktan gest og það þá allan að satt. Þannig að ef við trúðum engu öðru að þá annarkvort vorum við nógu heppin að finna landsþekktan gest með viku fyrirvara eða þá við vorum raunverulega búnir að fá hann fyrirfram. Þú varst með þess að mjög snemmi, það var alveg síðast ári sem það var samband mig. Já. Maður þarf að byrja að snemma með ykkur prímadonnurnar, sko. Já, nákvæmlega. Það er gott að maður er komin í prímadonnu hérna sessin, skilur mig, það er mjög gott. Já, hvað hefur verið að gera að þér? Vá, einmitt, bara, takk fyrir að fá mér afmælisþáttinn, gaman að koma til ykkar. Já. Ég var að segja, nú er ég bara, þetta ég var hérna mitt rétt fyrir jól í þeim gömlu góðu að auglýsa jólatónleikana mína síðast hérna, þannig að það alveg, nú er ég farin að vera oftar hér heldur en upp á RÚV. Já. Ég var að spura Artur hvort hann ekki bara setjum á launaskrá, bara EFG kynni. Ég fæ ekki laun hérna, þannig að ég vil nú frekar að ég fái fyrst. Já, við skiptum bara á milli okkar, það verður ekkert mál. Við finnum eitthvað út úr þessu, 60, 40 eða 30 eða eitthvað, finnum eitthvað. Já, ég fæ 10%. Þú fæ 10%, allir glaðir. Hvað er ég búin að vera að gera maður? Já, eins og segi, ég var hérna, þetta svolítið fyndi, var að segja hérna, var að spjalla hana Artrúði hérna frammi að þetta með sko frílansarana, það er annarkort sko bara ekkert eða það er 300% að gera. Já. Á sama, þú veist, á sömu 30 dögunum eða eitthvað svoleiðis, sko. Já. Þannig að desember var alveg snar geðveikur, sko. Mjög skemmtilegur snar geðveikur. Það voru 2 stór verkefni upp í Krakkarúv, Krakkaskaupið og svo góðverkadagatalið. Og svo var ég á sama tíma að standa fyrir jólatónlingu sem ég var búin að langa að gera lengi með Ester Jökuls vinkonu minni og fleiri góðum, það sem vorum að taka við fórum bara með áhorfendur aftur til 1954 og vorum bara með Dean Martin og Bing Crosby og svona létum fólk halda þetta var svona sviðsetningi var svolítið þannig að við létum fólk halda að væri bara komið aftur í tíman, skilur, þannig að við vorum svona þáttastjórnendur í þætti sem að töluðu æðislega íkt og vorum með sýndum svona infomercial, vorum sponsoruð af Swanson Frozen TV Dinner og Raitarans örbylgjöfnunum sem við vorum 700 kíló og kostar $80,000 á þeim tíma, sko. Þannig að við skemmtum okkur mjög vel og fólk tók okkur afskaplega vel. En fólk hefur getað tekið, krakkarnir gátu tekið þá og afa með sem að bara, gamlu góðu dagarnir, manstu. Já, þannig að þetta var Þannig að desember var mjög afdrifaríkur, en maður er búin að vera bara að nota núna sem að vera janúar bara til þess að svona aðeins að pústa ná geðheilsunni bara tilbaka. Já, píl lítið, sko. En er það ekki svolítið þannig að þegar þú ert svona eins og heitir frílans, ég veit ekki hvað það heitir á íslensku, lausa maður, lausráðin eða eitthvað svoleiðis. Niðursetningur. Niðursetningur og lausa maður. Já. Þá hlýtur náttúrulega að vera þannig að þegar þú ert að gera mikið þá tekur fólk eftir þér og þá fer meiri pantanir og svo þegar það róast niður og þú ert ekki í sjónvarpi og þú ert ekki á tónleikum þá gleyma allir þér. Já, þetta er svolítið fyndið, ég mitt sko þegar ég flutti til Bandaríkjanna í þessi 4 ár frá 2011 til 2015, nú man ekki hvernig kom heim, en þá ég hélt þegar ég kemi heima, ég væri í alvörunni bara glemdur, allir krakkar varu bara fullotnir sem myndi eftir mér og svona, en Guðsjó lofi mitt fyrir YouTube og annað, þá allt í hennu var maður ennþá í minni, jafnvel krakka sem voru sko unga börn, sko. Já. Þá allt í hennu sko, og einmitt þetta þegar ég hoppaði núna í góðverkadagatalið og Krakkaskaupi, þá eins og það væri smá svona áminning. Og þannig að ég er mjög þakklátur, maður gleymir því hvað sjónvarp er og öflugur miðill og sérstaklega núna með samfélagsmiðlum hvernig er ennþá öflugri, sko, og er víðar, nú er þetta í símónum okkar og þú veist, tölvunum og bara allstað, skilur. Já, þannig að þið veist svona samfélagsmiðlar hafa stutt svolítið við sjónvarpið sem miðill. Og náttúrulega við vitum það, sko, það er náttúrulega þangað eru við svolítið að stefna, ég meina eins og segja, ég meina, þú veist, við sem eigum börn, sko, ég meina maður bara horfir á, þú veist, maður það bara alltaf, það er aldrei má ég horfa á sjónvarpið, heldur má ég fá símaði lánaðar. Það er alltaf, má ég horfa á YouTube og eitthvað sem er frábært, en gallin er að náttúrulega að það er náttúrulega rosa mikið bara efni á ensku, það er eina sem ég ágera, það er bara íslenska tungumálið, skilur. En svo kannski getur það verið jákvætt líka, við sjáum að börn eru farin að læra miklu fyrr ensku.
svo það líka hinn póllinn sko. Ég þarf að passa hitt líka sko. Já, ég er alveg sammála þessu sko, að því að nú er náttúrulega börn sem að ólist upp úti og þau halda svolítið sinni ensku við en að því þau eru í skólanum allan daginn þá eru þau talað alveg íslensku annað þó að það hafi verið smá ströggl sko. En þannig að ég er svolítið náttúrulega ég er að vonast til þess að og ég veit að það er að gerast meira svona, sérstaklega með þess að bara barnaefni er að fara meira inn á þessa braut, ég meina sjáðu bara hvað krakkar og vera að gera með þú veist, þau eru svolítið mikið að sigla inn á þessa braut, þú getur valið inn í sarpnum bara krakkarúf og sé hvað sem að krakkarúf er að gera og allt í þessu. Stelpurnar mín að skoða þetta rosalega mikið. Við horfum alltaf á þarna skóargengið endalaust aftur og aftur af því að það er svona eitthvað sem ég finnst pínu fyndið líka. Þannig að margt annað sem ég finnst frekar leiðilegt svona barnaefni. Það er nefnilega, sko, þetta er nefnilega svolítið fyndið, sko, ég nefnilega held að ég væri búin að fá leið og að gera barnaefni sjálfur, svo þegar ég fekk þetta verkefni þá bara fattaði hvað mér fannst þetta í alvörinni gaman, þú veist, og líka, þetta fer svolítið eftir verkefni því að barnaefni, þú veist, þetta er að því eins klísjukendu að hljóma og vitum við bara börnin eru framtíðin og þau eru, þú veist, maður sér það bara hvernig þau ná sér í efni og annað, þannig að maður hugsar, ok, hvað viljum við sem fullorðin ábyrgir einstaklingar gera og foreldrar, þú veist, hvernig getum við haldið þá einmitt íslenskuna að þeim en á sama tíma eins og þú bendir á að þú veist, hei, ég meina frábært að læra ensku líka því að það hjálpar að sjálfsögðu. Ég er svona á 2 áttum með eins og íslenskuna. Ég held að sé eiginlega óhjákvæmilegt hún muni deyja út á einhverjum tíma. Já. Þannig ég veit ég fælu svo hratt fyrir að segja þetta bara nei, Rökkvi, ekki segja þetta. Ég veit ofta ekki hvort að mér finnst að það eigi að setja rófslega mikið í að bjarga henni eða það eigi bara að leyfa henni, þú veist, þannig ég er svona á báðum áttum. Já, en ég er svona tungumála öfugugi. Já, ok, hvernig þá? Ég er reybrend á 5 tungumálum sko og svona kann pínu í 7. Bíddu, ok, nú, ég veit ekki hvort þú er búin að segja hlustundum þetta, ég vil fá að vita þetta, aftur reybrend á 5 tungumálum, hvernig þá? Eða þú veist, á hverjum og hvernig fórst að því? Byrjaði ég var 11 til 12 ára bjóð í Bandaríkjunum og það var fyrsta og svo var ég sendur 17 ára til Danmerkur. Ég var ekki nema 2 mánuði með alla skóldönskuna að bara verða reybrandi og strax næsta sumar fór til Svíþjóðar í heilt sumar og þá bara breytti ég dönskunni sænsku og var hann reybrandi eftir 2 vikur. Og svo fór ég til Þýskalands þegar ég var 19 ára sem au pair af öllum mögulegum hlutum. Nei, og pikkaði þýsku upp bara á svona mánuði kannski eitthvað svoleiðis. Og þarna svo bara hafði ég ekki meiri tækifæri til þess að dandalast svona en ég hef aðeins svona lært smá í frönsku síðan þetta. Og ég hef komið fram með uppistand á öllum þessum málum þannig ég er svolítið svona tungumála öfugugi. Hefur þú gert uppistand á öllum þessum tungumálum? Og hvernig gengur það? Þýska er lang erfið. Er það ekki líka bara húmórin er svo þú veist, ég veit að húmór er ólíkur eftir löndum og landsvæðum en ég menna þýskan, ég hugsa bara hvernig húmór eru Þjóðverjar með? Konan mín er alltaf að segja mér sko ekki sinn húmór Rökkvi. Þannig að það er svolítið erfiðara, þeir eru svolítið svona kannski hneykslanugjarnari og svolítið meira gamaldags, þeir eru rosa mikið svona kabarettmenning ég hef heyrt að norðmennir eru svolítið þannig líka, það ekki? Það er svolítið svona revíur og kabarettar sem að þeir halda svolítið í. Það gæti verið, sko. Ég allavega Gísli Örn leikari og gamli bekkjabröður og leikljóðsskólan talaði svolítið um þetta, þeir væru kabarett, revíumenningi væri mjög sterk. Já, ég þekki ekki Noreg svo vel. Nei, þetta er eina sem ég veit. En Þýskaland og Frakkland er óbúslega mikið svona klassist kabarett Austurríki, þannig að þetta er svona aðeins nýtt fyrir þeim og skrítistundum uppistand, en svona aðriðja sér til rúms. En byrju, svo sá ég einhver upptöku það sem varst að gera uppistand í Kanada líka. Já, ég bjó í Kanada í ár. Þú bjóst í, já, þú verið, já, ok, og hvað varst að gerast að læra? Nei, ég var bara að vinna fyrir eina útgáfuna af Ós þegar þeir voru í farsimum og því. Já. Og svo fór ég að, þú veist, uppstandast þar og kannski eiginlega hálfpartin að vera uppstandari þar. Ég segi ekki, ég hef aldrei átt vond uppstand eftir það. En það var kannski svona þá sem ég lærði að verða uppstandari. Já, ég skil, já. Þegar heima var ég bara eitthvað að gera eitthvað rugl og þú veist. Er það ekki bara uppistand í Þýskalandi svona svo ljótur andarungi þar? Já, nei, jú. Hvernig þá? Það er svona, þykir ekki kannski töff þarna núna en svo verður það kannski inn? Já, ég skil. Jú, kannski svolítið, því að yngra fólk meira svona hefur gaman að því en eldra fólki er bara svona, af hverju er hann ekki að dansa og syngja og spila píanó? Já. Hvað er þetta? Hann er bara að segja einhvern dónaskap hérna. Bara, hverju þetta í hug? Og Ég fekk einu sinni tilmæli sko Rökkvi, wenn du wieder bei uns auftreten willst, bitte nicht die Hose runterziehen. Okay. Sagt,
þetta þýðir sko vinsamlegast haltu buxunum upp þig og vilt koma fram hjá okkur okay. þá þú veist, við erum fjölskylduvæn skemmtistaður vil ég ekki svona dóneska vitleysa nákvæmlega en þetta getur verið góð karakter þýski pjúritaninn vil ekki þessu dóneskap ég veit að það konan mín svo leið á öllum þessum, hún bara tala alltaf það hvað allir þýski karakterar í íslensku efni eru svona, þeir eru fasistar og grimmir og vondir og Dr. Frölich og Brynhildi og Heidi Stúbelsmjött Helgu Brög og fleiri nákvæmlega en býtu hvar veist í Bandaríkjunum? Nú bjó ég í Minnesota, hvar bjóst þú? Ég bjó í Chicago, í Oak Park það er reyndar The Windy City eða hvað sem ekki köllu það ég komið að var þannig í 2-3 daga og fannst þetta var mjög áhugaverð borg en þetta er svona upplifana sem krakki allt annað kannski heldur en sem fullorðin og ég var svona mótróa krakki svona helvitis amerikanar eitthvað og þú veist og var alltaf að rífast við krakkana og svona Fyndi ég átti frænda úti sem var mjög harður svona, mjög vinstri sinna, mjög snemma pólitískur sko, hann 13 í dag hann var bara þetta helvitis amerikanar og þetta kapitalistar og þú veist hann var rosalega harður sko, ég var alveg hissaði samt þú veist, ég alveg bara hvernig eignastu vini en hann er bara svo likeable og skemmtilegur sko, hann kannski var svona þín áttingavinni þetta hvað segir þið? Kannski var svona þín áttingavinni ég var bara alltaf að hissa bara ekki segir þetta við krakkana en hann er mjög flottur svona mjög pólitískt tengjandi samt í alvörinu sko, hann getur ímyndað sjokki sem hann fekk þegar hann frétti að Trump orðið forseti þú mátt ekki tryggara mig með það Nei, það er bara endi, bara heimurinn að fara að enda ég tók einn þátt ég var búin að vara við í allra fyrsta þættinum okkar ég geti tekið svona það sem ég kalla spörgátt þeir tek svona Asperger reiðikast yfir einhverju og ég tók heilan þátt í að taka spörgátt yfir Trump og ég ætla ekki að gera það aftur þannig ekki finnst mikið af kvörstunum alveg bara á þetta ekki vera afþreyinga þáttur þannig við skulum ekki fara í gang með það nákvæmlega, við bara stoppum en það er margt gott og slæmt í Ameríku en eins og ég segi, ég var svona þú veist, svolítið mótróa krakki og reif kjaft og svona og vildi alls ekki tala með amerískum hreim gerður það vísvitandi ég var ekkert í svona, nei, þetta er asnalegt maður segir ekki Johnny, það er O í Johnny maður segir ekki Johnny og sýstir mér sagði Johnny og ég svona lamdana fyrir að tala asnara ég skilji þú veist, það eru ömurlegu fasisti veistu, að því ég er bara svolítið fyndið því ég er algjör sökkar sko, þegar ég kom til Ameríku bara, mér finnst ég vera komið til þú veist, í einhverja bíómynd og ég var að reyna að ná hreimnum, ég gerði svo mikið því ég náttúrulega kannski var þekktastur alltaf hjá, eða er að þekktastur kannski hjá eldra fólki, því nú talaðum þú veist að maður sé bæði þekktur hjá börnum og kannski, þú veist, fullorðnum að þetta sem eftirherma og ég tók á öllu mínu þú veist, orðin 30 plus til þess að ná ameríska hreimnum og það var bara sama hvað ég reyndi, ég var alveg bara yes, að því Minnesota eru svolítið hér they're so nasal and they're like this og fyrir kannski einhverju sem að hlusta mig núna bara, wow, hann ansið góð en hjá þeim var bara, okay, so are you Russian? Það var alltaf, are you Russian or German? Bara, no, I'm American var ég alltaf að reyna svo bara, svo veist, 2 ár þá bara, ég gefst upp, ég ætla bara að læra málfræðina, eða skilur, ég bara hætta nenni þessu. Ég nefnilega sé svo eftir að hafa ekki reynt að gera þetta þegar ég var 11 ára og hafiði miklu meiri svona hæfileika til þess að vera svo svampur. Heilin getur meðtekið þetta þá, sko. Og ég hef aldrei getað náð virkilega góðum amerískum hreim. Nei, ég skil. Það er ónáttúrulegt fyrir okkur af því að við erum Íslendingar skýrmæltir. Það er ekki náttúrulegt fyrir okkur, það er miklu náttúrulega fyrir okkur að ná svona Oxford accent because it's precise and sophisticated. Þú veist, og svona sterkar áherslur í því en svona það er ekki eðlilegt fyrir okkur að losa munnin svona og vera svona slöpp einhvern veginn nei, í því hvernig við tölum og ég get einstaklega svona á þessu en ég er samt alveg bara, það er líka bara are you Russian or are you German? Ég veit að ég bara, no þú veist, þetta var erfitt fyrir egóið en svo hugsaði bara, ok ég meina, ég lagði mig bara þeim byrju frá við, bara ná að því náttúrulega enskan er full af bara, þeir eru svo ríkir af orðaforða og mér varst það svo spennandi en aftur á móti sko, einmitt talandu, þú veist, íslenskan versus sko amerískur orðaforði fyrsta sinn
sem ég man eftir að eitthvað orð kom betur út á íslensku en ensku, það var þegar ég tók þátt hérna í hérna, hvað heitir það, International Silly Walk Day. Hvað heitir þetta? Já, nei, þetta var, nei, á íslensku hérna nefnilega fíblagangur. Já, fíblagangur. Mér fannst þetta, ég bara, mér fannst þetta snilt. Fíblagangur, maður gekk eins og fíbl og hérna, ég segi bara að því þetta ekki svo oft sem þetta gerir, sko. Hérna... Mér myndi þetta í huga að kalla kjánakægið. Kægið, kjaga. Já, kjánakægið, það getur verið annað á. Mér finnst það gott svona, sko, ég sletti eins og vitleysingur, ég ætla að segja það gott alternative. Ég að segja, þú ert að tala um að enska segja, en íslenska segja, getur nú dáið, ég segi, nei, það er bara Tom Crab. Nei, ég menna vitleysa, eða, skiljum, en ég skil samt alveg þessa kvölina, því að þú ert svona mest þekktur fyrir að vera alveg svaðalega góð eftirherma. Já. Og svo þetta bara svona það eina sem að þú getur þetta var svona kryptonætið. Þetta var bara, nei, þetta, þú veist, að því einmitt maður er búin að ná að herma eftir, þú veist, Garðari Tór sem óperusöngvari og svo Eivör og maður er búin að ná alls konar röddum og alls konar svona, en þú veist, en þá eru líka raddir, leið og koma hreimum þá bara shit, nei, ég menna hægir, saur, einmitt, nákvæmlega. En hver er svona uppáhalds eftirherman þín, eða hvaða persónu finnst þið skemmtilegast að herma eftir? Ég náttúrulega elskaði Hermeti Geir Ólafs og það sem mér fannst náttúrulega skemmtilegast var að ég var alveg einn af fáum sem hann bara samþykti. Hann sagði bara, heyrðu, hann bara má herma eftir mér, hann var bara fúllir einhver annar gera, mér finnst það svo gott og hérna, við gerum oft grínaði, ég á tímabili var ég fann að hafa meira að gera sem Geir Ólafs, heldur en Geir Ólafs sjálfur og hérna, en við gerðum þetta, það gerðist stundum að við vorum ráðinar á sama tíma og þá byggum við stundum til grín, ég tók hann hérna, jæja skunna mínar og eitthvað, gerði eitthvað og hérna, og sen fremdin fjær og byrjaði og þá kom hann aftan að mér og ég vissi ekki, átti ekki að vita á honum og þá varð allt vitt. Þannig að mér þótti var gaman að því hjá mér væri náttúrulega ekki að þetta snýrist ekki um að niðurlægja eða meira, þetta snýrist bara alltaf um að herma eftir gera, að því þetta er kannski og ég held að við Íslendingar föttum þetta alveg, við höfum aldrei litið á þetta sem eitthvað ljótt eða meiðandi þú veist, þó auðvitað náttúrulega mismunandi hvernig fólk tekur þessu, Geir fannst þetta bara æðislegt og ég veit að Múkis fannst þetta æðislegt og ég vona hinum að þau þótt að líka Jónsa og Birgitte og öllum þessu frábæra fólki sem að ég þekki alveg ágætlega. Þetta er náttúrulega orðið þjóðar íþróttum áramóta hermeti frægum mönnum í sköpinu, sko. Já, nákvæmlega og hérna, ég man eftir, ég kom nú upp að einu leikstjóru sko fyrir þetta var sko 2 árum áður ég gerði þetta skaupadna sem ég hermdi eftir þessu liði þá hérna kom ég mitt upp að einu leikstjóru og sagði bara, heyrðu, þá var ég búin að vera að leggja svolítið í þessar eftir mér og ég var ekki búin að sína neinum en ég bara, endilega fáðu mig þú veist, að því þá var hann búin að vera svolítið að stjórna skautum, bara endilega fáðu mig og svo gerðist það ekki og svo bara kom hérna mamma gamla og ég fekk hann alltaf að sjá þetta atriði hjá mér þá var ég nýbyrjaði með þetta skemmtiatriði og bara alveg glænýtt, bara ég er að prófa og þetta var brá ásvöldi á kvöldinu, bara getur þú komið hérna og hitt mig og hún hefur gefið mér svona smá stundum, gefið mér nótur og svona og leikstýrt mér og bara eftir þetta bara, heyrðu, ég ætla bara ráðið í sköpið og þannig ég segi þetta hérna, ég segi takk elsku mamma mín fyrir að ráða mig og komið svona fyrir framann alþjóð að hérna, ég gerir stundum grína þetta að verið dýrasta showcase sem var hérna svona, dýrasta showreel sem hafi verið gert En fór ekki svolítið ferillinn bara á flug eftir skaupið? Það má, jú, sko, ég hafði verið náttúrulega alltaf, alveg frá 17 ára aldri var ég þú veist, sem hérna vennitágramaður og búin að vera galdra alveg, sko, á ársatíðum svona, hvað ég að segja einmitt, enn og afturlega slett ekki, sko, á atvinnumanna level var ég farin að skemmta ungur, sko, þú veist, farin að hoppa í skarði fyrir mömmu og pappa þegar þau komist ekki og það gekk ágætlega. Já, þú elst náttúrulega upp í þessari menningu. Minn almáttu, maður bara pappiðinn, mammaðinn, bæði. Já, nákvæmlega, þú veist, og maður lifir og hræðist í þessum heimi og svolítið fyndi með að systur mínar bara fóru algjörlega bara og mér þess að bróði mínin reyndi að streitast á móti þessu þá ég bara, það var aldrei neitt, það var ekkert annars kontekran, aldrei þú veist, ég fór og ég prófaði svo margt í þessu og náttúrulega bæði að prófa að gera útastætti heima hjá mér eða bíómyndir og mér þess að þegar ég eldist þá var ég að prófa að vera ljósamaður og hljóðmaður og þú veist, prófa að vera bak við tjöldin líka en ég prófaði alls konar að því mér fannst allt í kringum þetta svo spennandi, ég meina, ég veit ekki marga 6 ára krakka sem að sitja og horfa á, þú veist, 4 tíma versjón á Sölkuvölku, skilurðu mig, aftur og mér fannst það geðveikt. Ég veist um einn annan, Ísak Hinriksson
Nú býtu Hann var hjá okkur hérna, hann var að tala hvernig hann var svona leikhúsrotta, svona litla leikhús gæludýrið. Það er svo ég held reynda þegar þú segir það, ég held að Magnús Geir Þórðarsson segir svona annar maður sem satt sem badd, menn hinn voru bara út í fótbolta, var hann bara að hlustaði á hérna útvarsleikhúsi og bara alltaf rakkið í sig og maður sagði bara, já þið veit, náttúrulega var hann það sem hann var en hérna, þannig að ég hafði sett verið að skemmta hérna á þessum tíma og þú veist, fór í leiklistaskólann og það var svona tímabil sem ég reyndi nú að streitast á móti, vildi helst ekki vera vildi ekki vera grínari, vildi ekki vera tengdur fóreldurum mínum, þannig að þegar spurt var hver eru fóreldra þá sagði ég hérna Guðbjörg Björgvisdóttir og Gísli R. Jónsson, af því mamma heitir náttúrulega Guðbjörg. Já, ég vissi það ekki eins og það eru svo, ég veit það eru ótrúlega það eru kannski margir sem að vita en miklu færi sem muna það og einmitt eins og þú kannski, fólk sem bara hreinlega veit ekki af þessu, að því hún notar hún sagði nú sjálfa hún að foreldrar hennar amma mín og afi hefðu skýrt hana Guðbjörg og síðan bara, en hvað hún skrollar við slum hafa millinafni Edda Já, ég veit gaur sem heitir Fjölvar Darri Rafnsson og var gormæltur. Var hann gormæltur? Já, ég skilji hann ótrúlega örlu, bara af hverju mamma og pappi, af hverju? Þannig að ég var búin að vera skemmt og hafði búið til skemmtiatriði, þú veist, ég ásamt bekkjarsystur minni úr leiklistaskólanum voru með svona einmitt enn og afturkvartur fortíðar, söngdúttin Geir og Villa, vorum alveg búin að vera í 6 ár að skemmta með það og svona eins og vorum að taka lög með Elli og Villa áður en það var eitthvað svona þing áður en það var vinsælt áður en fleiri fóru að gera það og við vorum í rosa gerfum og þú veist og ég var var að gera grín að ég var svona afdankaður svona alkoholisti sem hefði munað sér fífilfegri og var með svona óumbeðið comeback og það var svona premissið í þessu skemmtiatri. En eftir skaupið, þá gerðist eitthvað sem ég hafði aldrei gerst það. Þá bara, þetta gerðist nákvæmlega sama tíma og einmitt góðærið var að byrja. Þannig að allt í einu bæði vissi fólk, náttúrulega, vissu allir að mér og ég var komið nýtt atriði og náttúrulega bara, þú veist, góðærið var að byrja. Þannig að ég var allstaðar. Ég held ég hafi klárað mig það byrð 3 árum. Já, og þá í raun næstum því allir á landinu búin að sjá því þú ferð á ásatíðina þína og þá Björgvin Frans og svo ferð á ásatíðina konunni nú Björgvin aftur og mér þess að einu sinni fekk ég heyra því ég var nú að reyna að vera ekki alltaf með að sama og svona, maður gerði eitthvað atriði hér þú veist, og svo ekki notaði þarna og svo kom eitthvað ég búin að sjá þetta ég sagði, já ég veit að við erum á Íslandi þú stiltur, hinn ekki búin að sjá þetta Já, ég veit, þetta er samt svolítið líka Íslendingar eru pínu of hugmyndalausir með að panta, þeir panta svona það sem þekktast og hugsa kannski út í að kannski bara allir búin að sjá þetta Já, ég veit, það og þetta og ég held að þetta sé líka, ég held að þetta sé svolítið svona þú veist, ég menna við sjáum þetta líka bara þú veist, út í Hollywood eða Bretlandi annars þar sem ef það eitthvað leikar og vinsæll þá hann bara ráðinu rosalega margt og þú veist, það allt bara gott að blessa með það, en það einmitt, en ég held að sé, þú veist, en það einmitt fullt af skemmtikröftum sem einmitt sem maður veit kannski ekki af. Já, sem alveg hæfir. Ég meina alveg bara sem frábærir og maður sér það helst ef maður fer inn á síður eins og hjá hann Jóa G-vinni mínu hjá snilli.is, þá bara bítu, wow, það svo mikið og þannig að þetta var mjög þetta var skrautlegt og svona hvað ég að segja enn og aftur slett ég skal fara að æfa mig íslenskunni kæru hlustendur í byrstafsökunar, þetta var mjög intense tímabil, þessi 3 ár þegar góðæri var og það sem að maður var með þetta og var út allt bæði veislustýra og skemmta en þetta var gaman, þetta var stressandi þetta var allt í senn Já, ég trúi því. En hvernig mannstu eftir fyrst vera bara að syngja einhvers staðar svona ómbillega? Sko, ég náttúrulega var fengir fyrst, þegar Magnús Þór eru alvar kannski menn sem ég tengi alltaf beint við það hann gerði 2 plötur, Óli Prigg og Óli Prigg besti vinur barnanna og þar var ég 6 ára gamall fengið til að syngja með Gísla Guðmunds og fleiri góðum köppum og þar fattaði ég svona nú gaman að, þú veist gaman að syngja og þá var maður svolítið að fylgja þeirri plötu eftir en ég held að ég hafði aldrei brotist út kannski sem söngvari fyrir
finnur löngu seinna, kannski fyrir leiklistarskólanum og eftir útskrift þegar maður fór að blanda söng og skemmtiatriði eða svona gríni saman. En lærið þér ekkert að söng sér eða bara kom það svona með öllu hinu? Það kom með öllu hinu, jú, ég lærið það í leiklistarskólanum og farið á svona einhverja svona masterklassa hjá Katrín Sadolin, Heru, Gísla Magna, þú veist, bara svona aðeins að því mér finnst þetta ótrúlega, mér langar að syngja meira, mér finnst það gaman, ég elska að syngja og þegar maður er búin að finna líka sko, hvað henta manni, eins og margir sem að heyra með, ég hef alltaf verið að syngja svolítið hér og aldrei skila, af hverju næ ég ekki Freddie Mercury og af hverju næ ég ekki Tom Jones og alltaf svona verið að svona ströggla svona eins og hérna ekki sem myndina Jerk með Steve Martin sem var alltaf að reyna, þú veist, eða eins og gaurinn í skaupinu sem náði aldrei víkingaklappi, ég var gaurinn sem náði aldrei, ég er tenor, sem alltaf bara kemur í þess að ég er engin helvítis tenor, ég er bara barítónn. En ef að heyra eitt atriði þar sem þú varst lítill að syngja? Bíddu, komdu með það. Setta það heitt on. Já, þú ert komin heim. Ég er komin heim! Guttavísir, gömlu góðu. Já, hvernig var þetta? Þetta var sett á Óli Prigg, besti vinur barnanna og ég var ég alltaf rifjast upp fyrir mér þegar ég brá mér í hlutverk Gutta. Þar var pappi alveg harður á kantinu bara, nei, gerðu svona, þú veist, alveg leikstýra mér í drasl, sko, þú veist, það var alveg bara, maður fekk ekkert, sko, tækjum til þess að vera bara eitthvað barn að fíbla, skilur, maður bara hýður strax upp á, sko, atvinnumannaleveli, skilur, bara, heyrðu, nei, við gerum þetta almennilega, eða sleppum að pappi var harður húsbóndi, er mjög góður leikstýri, má eiga það, og þannig að Þannig að eins og þetta, maður byrjaði svolítið ferilinn hérna með söng en svo bara leið og beið og jú, alltaf ég hef ekki sungið svo líka með einhverjum auglýsingum sem pappi, þessum mörgu auglýsingum sem pappi fekk mig í. Ég náttúrulega byrjaði, sko, fyrsta auglýsingi sem ég leikið voru náttúrulega meistarakökur með Randveri og Magnús og Ólas, þess að þeir líku Lauren Hardy og Guð og Gokke og nei, það var svona Mér rámar í þetta. Þeir voru svona, það er þetta að finna þetta á netinu núna, þetta var rosalega metnaðfullir auglýsingar teknar hérna í gamla sagafilma sem Studio Sýrlandi núna og og þar voru þeir þar var ég ammælisbarni sem að þetta var einhvern veginn sem var að blanda saman við að horfa á Guð og Gokke, svo voru þeir komnir einhvern veginn inn í situasjónina í þetta ammæli og ég var látin, þú veist, þetta voru fleiri klukkutímar og pappi, eins og ég, algjör svona perfectionist, bara nei, taka aftur og aftur og greið pappi fyrir að hljóma eins og okkur harðstjóri það var bara, og endaði mig þegar ég vildi ekki borða ég átti að taka enn eina helvítistökuna og svo borða köku, ég borða ekki og pappi bara, Björgvin, þú borðar þessu köku? Ég borða hana ekki! Og ég var svo, ég gæti líka verið þrjósku, sko. Það kemur fólki úr stórt að ég er algjör þrjósku púki. Fólk sem vinnur með mig veit alveg hvað er að tala um. Svo þá enda mig þá hvíslar hann með, Björgvin, ef þú borðar ekki þessu köku, þá fæ ég binna frændaðan til þess að leiki þessar auglýsingu fyrir þig. Og ég bara svona, ég roðnaði og ef þetta hefði verið teiknimynd, þá hefði svona komið reykur út úr eyrunum á mér og ég bara svona, allt í lagi. Einu sinni enn. Þannig að ég borðaði kökun og þar með voru tökudegi lokið. Hann hefur tekið þig á afbrýðisemi. Hann tók mig á þetta var svo hégómagirninni. Já, strax byrjar hún að kikka inn maður. Já, nákvæmlega. Já, þannig að ef þú ert ekki hégómagjarn, þá getur ekki orðið stjarna. Nei, maður verður ekki. Ég held að maður verður hafa eitthvað smá af því. Ég meina þó að eins og segi, þó að ég var að mynda að tala um daginn, þó að eitthvað mér finnst svo fyndið maður tala um fræð á Íslandi en náttúrulega svo skrítin að við búum á eyju, sko. Þannig að mér finnst alltaf, og ég segi þetta ekki til þess að, sko, ekki sem svona
nú ekki að tala við sem ykkur smáþjóð eða eitthvað svoleiðis, heldur bara til að minna okkur sem erum í bransanum, við búum á eyju, skilur þetta ekkert merkilegt, við erum bara, það sem mér finnst alltaf skipta máli er að þú sért að gera það sem þú hefur gaman á og elskir að gera. Það fylgir því ofta að þú ert eitthvað, þú veist, hektur og fer í fjölmiðla og það er frábært. En ef þú fer að fókusera rosalega mikið á það sem málið að vera frægur, það þá, og einmitt enn og aftur, þetta er svona klísjukent, en ég fattaði sérstaklega í kringum stundin okkar og einmitt þessar eftirhermur og annað, þegar ég fattaði bara svona, já ok, fræðin, og ég fann það raunverulega, kannski þegar ég líka með þess að flutti út, þegar enginn þekkti mig, og ég fann hvað ég saknaði þess lítið, þess hluta, þá ég sagði, já þetta er í alvörunni, skipti í með alvörunni svona litlu máli, sá hluti starfsins sko. Já, ég er alveg sammála því og ég skildi þetta á einhverjum punkti sjálfur að þú getur ekki verið í einhverjum hlutum út á það að ætla að vera frægur. Nákvæmlega. Þú verður að hafa ánægju af því og hafa einhvern metnað fyrir að skapa eitthvað annarkvort gott eða allavega eitthvað sem höfðar til fólks. Já. Af því að ef þið langar bara að vera frægur fyrst hundleið þetta leika eða uppstandast eða syngja þá verður það aldrei góður og það er ekkit eftirsóknarvert að vera frægur fyrir að vera lélegur en frægur. Já, einmitt. Það er það ekki. Fræg, að því þú veist... Og við nefnum engin nöfn hérna. Nei. Okkur dettur eru einhverjir í hug. Já. Nei, algjörlega, þú veist, að því krakkar spyrja oft og eðlilega, þú bara, ekki gaman að vera frægur. Og þú veist, og náttúrulega maður kannski ekki farið í langa diskusjón, nei, sjáðu til barni gott, skilurðu mig, það er nú ekki alveg þannig, en ég segi samt oft, já, mér finnst bara gaman að gera sem ég geri, og ég meina, þetta er ekki bara eitthvað sem ég segja þegar við erum í útvarpinu, mér finnst, þú veist, ég finna bara þegar ég er að því það er ekki allir þættir þessa starfs og þið þekkja náttúrulega verandi ykkar bransa, þú veist, ykkur er ekki gaman að gera allt í bransanum, maður er búin að prófa einmislegt, þú veist, og maður finnur það bara, já, nei, mér finnst þetta ekki gaman, mér finnst bara gaman að gera þetta. Já, en þú getur neyðst til að gera það sem mér finnst ekki gaman, já, oft líka. Já, og þá bara finnum maður leið til þess að... Það er bara eins og eiga konu, það er ekki alltaf gaman að eiga hana, skilur, stundum með maður bara, þarf ég að þola þetta, skilur, en þú vilt samt væntanlega frekar eiga konu en við einn, svona flest okkar. Já, nákvæmlega. Nú heyri ég hérna... Nú fekk ég skilur bara á konuninni, skotninni fyrir utan. Já, nákvæmlega. Ég ætla að segja, ég þorði alltaf að kommentera bara, Það er svo finn í kvöld, Rökkvi. Já, nákvæmlega. Ég ætla ekki að segja neitt, bara ástu mín, ég elska þig. Ég vil að draga þig inn í pittin með mér. Já, nákvæmlega, bara svona, nei, ég ætla að klifra upp úr. Nei, en þetta er, ég held, sko, helt svona þegar allir á botni kvöld sko, þú veist, og maður finnur það þegar maður er líka komin á þennan aldur, við erum, þú veist, við erum allavega, ég er raunverulega komin á það sem kallast fertugsaldurinn, ég vil bara fertugur á þessu ári. Já, ég verð 39 núna, já, ok, það er bara, já, nákvæmlega. Ég var aðeins yngri en við. Hvað segirðu? Já, er hann barnið í stúdíónu? Já. Hann er svona mest þroskaður hérna. Já, ég held að þetta hann er búin að segja minnsta vitleysuna í dag. Nei, en þetta er, þú veist, en það er svo gaman að læra það líka þegar maður raunverulega verður eldri og þroskast, að maður svona bara, já, hvað þegar maður raunverulega hugsa, hvað er ég að gera? Af hverju er ég að gera það? Og einmitt, og þá verður það mann svo bersýnilega ljósta að þú veist, jú, ég menna, einmitt þetta með til þess að loka umræðinu með fræðina, þú veist að bara, jú, það er frábært, þetta fylgir með og bara allt í góðu með það, en bara, þú veist, bara fókus er ekki á mikið á það. Já, ég held að fræðin sé eiginlega meira tól sem þú þarft að hafa til þess að geta fengið að gera það sem þú vilt. Algjörlega. Því enginn veit hver þú ert, þá pantar þig enginn, þá fær aldrei inn að þjálfunni að verða betri, þá farið ekki inn einn verkefni. Algjörlega. Þannig að ég myndi segja að fræðin sé meira eitthvað sem sækist eftir til þess að geta bara fengið eitthvað að gera. Nei, algjörlega. En eins og við tölum ef að maður væri stöðugt í síðu og heyrt, stöðugt í vísi, stöðugt í fjölmiðlum, en væri ekki að gera neitt. Nei. Skilurðu? Það væri bara frægur fyrir að vera frægur. Það er ekkit eftirsóknarvert. Nei, ég meina, þú veist, við sjáum náttúrulega bara, þú veist, eins og, ég meina, Kardashians það er svona alveg, það er mjög gott dæmi eitthvað svona bara, en það er ótrúlegt hvað það er vinsælt. Það er bara, og maður bara skilur ekki, og ég þegar dótti mig að fann að fylgjast með þessu bara, þú veist, hættu, ekki, þú veist. Og þú veist, ég skal alveg játa á mig athyglisýki, ég hef alveg gert það opinberlega. Ef það væri hægt að hafa athyglisjúkir Anonymous, þá myndi ég vera í því, en það er ekki hægt því að við erum svo athyglisjúk að við getum aldrei, þú veist, verið Anonymous. Þannig myndir þú strax hringi síðan heyrt til að fá þá til að koma að taka myndir. Það er ekki hægt að hafa þessi samtök. En og svo eru svona alltaf margir í afneitun með það, myndir hringja, heyri, viljið koma, þú veist, í fundi, og bara ég er ekkit athyglisjúkur, sko. Ég er svona úr skapnum með það. Algjörlega, en ég myndi samt ekki vilja vera bara frægur fyrir
veist, ég vil þá vera frægur fyrir eitthvað efni. Ég meina maður sér það, algjörlega, maður sér það eins og þegar ég var að heyra svo flott viðtal við hann hérna Ólaf Darra leikari, ég meina hann talar aldrei um þetta með fræðin, hann bara talar um meir og fleiri spennandi verkefni. Af því hann svona gaur sem bara, ef þú þekki hann er náttúrulega bara bæði snillingur og svona bara yndislegur maður, skilur hann er svona maður sem hittur hann alltaf ljúfur. Hvað segir alltaf? Ég hef aldrei hitt hann, en það er eitthvað svona frábært við hann. Já. Að þú vilt bara elska hann. Það er nefnilega... Þið langar þykja væntum hann og elska hann. Já, nákvæmlega. Ömmum langar til hann sér tengdasónu sinn, skilur. Já, algjörlega. Mömmu minni finnst hann æðislega. Hún er alltaf að tala um hvað hann sé myndarlegur. Þú veist, ég veit að mamma hlustar ekki þáttinn, ég kemst upp með þetta. En hún sagði mér eins og hann hefði dreymt að hann hefði knúsað Ólaf Darra. Og hann var svo mjúkur. Já. Ægvað, þetta er yndislegur draumur. Já, mamma mín myndi örugglega vilja vera gift honum í næsta lífi eða eitthvað. Nákvæmlega. Nei, þú veist, það er bara svo, og maður sér það með þetta, með þessa gaurar sem eru í alvörun á leiðin að verða eitthvað eins og, þú veist, ég meina Baltasar er alltaf komið langt og Jóhannes Haukur og þú veist, en þetta eru allt gaurar sem tala ekki um þetta, þú veist, já, svo var ég í trailer hérna og ég var að gera, þú veist, maður heyrir að þeir eru í svo algjörlega. Og það er algjörlega réttur fórsendum. Þeir eru ekki svona uppfullir af sjálfum sér. Bara svo langt í frá. Og það sem komið mjög óvart er að til dæmis ég var með Thomas Lemarquis hérna 2008 þegar ég var með annan þáttinn áður. Við vorum saman í leikfélagi MH. En hann er svona nánast feiminn. Þú veist, hann hefur náð ofboðslega langt. Hann leik í X-Men til dæmis. Já, nákvæmlega. Og hann er svona nánast feiminn. Hann er ekkert eitthvað svona hér er ég mættur, vil ekki allir taka eftir mér eitthvað svona. Nei. Og maður hugsa bara, og sumir segja, ég mani þetta að ég heyrði þetta stundum bara það væri manni til trafal en maður væri of hógvar, maður þyrfti að vera svolítið ítin að koma sér áfram. Og ég held að þetta sé hluta til rétt og sumir segja bara, já, sumir eru tilbúin að gera hvað sem er til að vera frægir eða komast áfram. En ég hugsa bara ég held þú þurfir alveg að hafa svona temmilega mikið hógvarð og þú veist, auðmýkt fyrir starfinu og þessu sem við erum í, allir hérna. En líka, þú þarft líka, eins og sagðir, að nota þetta tól bara, heyrðu, nú þarf ég að hafa sambandi fjölmiðla og spyrja hvort þeir hafa áhuga að vekja athygli á því sem ég er að gera og skilur mig bara að því maður langar að fá fólk á viðburðin sinn, að maður langar að, skilur mig, þannig að þetta er svona, þannig að því leiti finnst mér það skipta máli auðvitað og þú þarft að vera ábyrjandi til þess og stundum líður sumum okkar í rauninni ógeðslega með það að vera alltaf að, þú veist, poti fólk og vilt ekki, þú veist, fjalla um mig og taka eftir mér stundum líður manni svo ömulega með þetta einhvern veginn, af hverju er ég að atast í þessum greimann í vinnu síni og poti hann og sníkja hlutir í mikið fíbl einhvern veginn, en maður verður kannski að gera þetta. Veistu, það líka sko, ég fann það eins og með þessa tónleika mína, því það er allt undir. Vist, ef ég fæ ekki fólk, þá tapa ég og ég þarf einhvern veginn að finna leið til þess að borga fólkinu sem er að vinna hjá mér. Og þú ert með sameiginlegan fjárhag með konunniðinni sem er líka, þú veist, eru alveg börn og byggnar á allir fjölskyldinni. Algjörlega, bara ekki spurning. Þannig að þegar maður er komin á þann stað, þá emma bara, þá finn ég, þá fannst mér miklu minna óþægilegt að ringja til dæmis í fjölmiðla og segja bara, heyrðu, ég er með þetta, vil ég veit að við ekki aðtegla á þessu. Og þá, að því þá vissum maður bara, og þá var það ekki einu svona, það var engin spurning í mínum huga, ég vissi alveg að ég var að vekja athygli á þessu í einum tilgangi, bara, þú veist, hér er ég, komið þið, þú veist, höfum gaman saman og ég vil ætla að borga fólkinu sem er að vinna á mér laun. En þið hlustar flæðiskir út af Pissögu, Jóhann Kristinsson heiti ég og Björgvin Frans, hann er gestur okkar hér í dag. Og ég er hérna líka. Og já, Rökkvi, ég má ekki gleyma þér. Hann hefur Rökkvirinn á kantinum. Já, hann á kantinum. Björgvin Frans og legðu mig lið, þetta er úr teiknimynd. Þetta bara, veistu, ég er bara svo hissa, ég bara, eins og við vorum að tala um þetta áðan, bara, hvar funduð þetta? Þetta var í teiknimynd, einhverju jólateiknimynd, það sem þetta er sko á að vera sett sonur Guffa að syngja hvað hann skamma sér mikið fyrir pappa sinn og ég bara, hvað? Þetta er bara snild að því ég var búin að gleyma að þetta væri til þetta lag, sko. Já. Þetta er að því þú hver ekki verið gefið út, held ég, sko. Þetta var hérna í tölvunni. Það var þetta í tölvunni. Finnst það stundum svolítið óþægilegt við svona íslenskar talsetta teiknimyndir að maður þekkir svo ógeðslega oft raddirnar. Ég veit það. Bara, þetta er Magnús Olsson, þetta er Laddi. Já. Það er allt sem ekki svömmur raddirnar. Ég veit það, það er bara málið. Þetta eru hérna, ég er náttúrulega ég var hérna fastræðun í 7 ár og bæði tala um teiknimyndir og þætti og alls konar, það fannst rosa gaman. Og hérna, og núna svo datti ég það sko, svo var mér bóðið að kenna hjá þeim á námskeið þau eru bæðið með fullorðins og barnanámskeið sem að fullorðin getur komið og lært að tala á teiknimyndir og þetta er svo vinsælt og mér finnst þetta svo gaman að því að þá svona kemur þessi gamla klísja að svona fá að gefa áfram það sem maður lærði en það er raunverulega þannig, maður sest niður, maður kennir þeim smá leiklist, kennir þeim framburð
og bara fyrir þau að setjast niður og fá að því þetta svo, fólk fattar ekki sko hvað þetta flókið, þú ert með eitthvað karakter. Já. Og þú veist, þetta ekki bara eins og ég útskýrað fyrir mig, þetta ekki bara að breyta röddinni og eitthvað skilu, þú þarft að pæliði hvernig líður þessari persónu, hvað hún að gangi í gegnum, hvað að gerast og svo það bara þetta, talaðu skýrt bara það út af fyrir sig bara rosa þjálfun og hitta á náttúrulega þegar hann að hreyfa munnin þó að þetta með tölvutekni og annað að færa til en þú þarft að þú þarft að hitta inn á það þú ert að hlusta á enskuna með þú ert að tala á íslensku og þú ert að pæli hvernig þú ert að leika og þú ert að vera skýr út að hugsa svona 5 mismunandi hluti og að kemur fólki óvart hvað þetta gríðarlega flókin og sá sem að semur textan það líka að hafa einhver texta sem ekki tífall lengri heldur en það sem karakterinn til dæmis segir góður, nákvæmlega og þetta eitthvað sem að fólk skilur oft ekki í textasmíðum ef þú ert að búa til grín texta eða þú veist, eitthvað þýðing af einhverju þá getur ekki textin bara verið hvernig sem þú þarft helst að hljóma svipur verið með einhverjum hljóðlíkingar við það sem var sagt uppháflega helst áhersluna og hittinni og passinni allar línunar og hérna þegar þú semur vísur og svoleiðis eða dægulega texta, þú vilt að textin lifa eilífi og sé sungin í rútum þá þarf að vera opslega þægilegt að segja þú getur ekki haft hann of háflega og of flókið að segja og erfiða hrynjandi í textanum sko. Nei, ég mitt og þetta og ég fatt að ég prófaði þetta því ég hafði náttúrulega verið að talseta þarna og búin að mitt að leikstýra og búin að kenna, svo prófaði ég að þýða og guð minn góður hvað það miklu erfiðara en það lítur, þú veist, ég góður í ensku en bara sko að þýða og pæla í sko orðunum sem að þú veist þannig að þetta sé nú, þú sé eitthvað viti í þessu en líka þannig að hitti akkurat á hann og setti ekki einmitt með allt og langa texta ég bara, eins og segja, ég hef bara ekki þýtt eftir þetta var svo erfitt maður þannig ég ber mikla virðingu fyrir þýðendum þetta bara mjög sniðugt dæmi til að nefna eitthvað sem virðist vera auðvelt að talsteknum sem gríðarlega erfitt það bara í alvörinni ég veit, fólk kannski, fólk heldur hvaða vitt hann bara að segja þetta svo, þú veist, eins og ég segi gera sér merkilega hann ég gerist þetta grínað þegar ég byrja námskeiðin svo segi sko, akkur ég fór að kenna, akkur ég fór að talsita, fyrstulega þá þetta bara mjög þægileg innivinna sem það alveg, en þetta gríðlega, þú veist, en það tók mér nokkur ár í alvörinni að ná einhverjum tökum á þessu. Ef þetta væri gríðarlega auðvelt, þá væri ekki verið að fá einhverja leikara eins og þig og Ladda og mömmuðina og svona í þetta, þá væri bara fengin einhverja götunni og eins og þegar maður sér svona teiknmyndir í Bandaríkjunum og eitthvað svona, heldur það sé ekki miklu ódýrara að fá bara einhvern með að leikara ef að það þú veist, skiptingumáli hvað er góð leikari en þú ert með alls konar svona fólk eins og Paul Giamatti og einhverjum svona stjörnuleikara að lesa inn á, þú veist, Turbo Snigil en svo líka, þetta úrst að góða punktur að því að sko hér á Íslandi náttúrulega við gerum minna að því, við segjum alveg, þú veist, jú, það fengnir Laddi og einhverju fleiri fengnir, að því þeir þurfa hljóma líka eins og sko orginallin, sá sem að leik og það eru margir fengnir til þess að pröfa fyrir eina persónu eins og þið þekkið þetta langt ferli og fólk getur verið ansi sko, þetta getur verið flókið og langt ferli en úti gera það miklu meira því að segja bara Bill Murray is Garfield eða við gerum minna þessu og það sem kannski sýnir að við pælum þó við hefum okkar stjörnur og allt það þá gerum við minna út á allir eins og í teiknum það líka svolítið kjánulegt að vera bara Magnús Ólafsson leikur en ekki Laddi, þá ætla ég ekki að sjá hann þá ætla ég ekki að sjá Gretti nei, nákvæmlega, nú er hann fengið Jóhannes Haukur á að vera Gretti og engin annar ég leit að horfa á þessa mynd nákvæmlega en svo kemur þetta sko það kemur eftir á, þá kemur hverju lesa eftir á það er bara málið, þetta er svona maður pælir í því og mér finnst alltaf skemmtilegast ef ég næ að gera rættina þannig að það sé erfitt að þekkja mig ég þekki þið ekki endilega, ég heyri Björgvin Frans í endan en ég þekki því sjálfnast ég þekki alltaf Ladda, ég þekki alltaf Magnús Ólafsson ég þekki hvað heitir hann Guðmundur Theodórsson eða hvað sem með Söru og Önd eða þú veist, ég þekki alltaf þær raddir og nokkrar fleiri Nei, mér finnst það frábært trós ef ég þekkist ekki þá er ég mjög glaður eins og þegar dóttir mín, hún var að horfa á einhverju teiknumyndum daginn og ég segi ég er þessi og svo er ég líka kötturinn Lékst þú köttin? Já, það var einstaklega gaman, hún þekkti mig heldur ekki sko. Þannig að þá er ég bara yes
Þá er þetta búið að takast. Sko. Ég held með þetta námskeið sem varst að kenna að það mjög sniðugt af því að það verða augljóslega ekki allir atvinnumenn í að vera á Stúdíó Sýrlandi eitthvað að tala teiknimyndir. En núna þá ertu náttúrulega með til dæmis YouTube og þú ert með svo ódýrar vídeógræður að ef einhvern af þessum sem að fóra á námskeið langar til að gera eitthvað fyndið fyrir krakkana sína eða ásatíðamyndband þá getur hann tekið Gretti eða Andri Söndi eitthvað og talsetta aftur. Já. Það sko, það bara máli, sko, mér svo gaman eins og núna síðastu hópur sem ég var með síðastu hópar, ég var að kynna 3 hópar brjálæðislega metnaði, þetta alveg á þau vílít og þau voru að segja mér að nú eru þau bara fullu að gera sitt eigið, þú veist, einhver að gera brúðuleikhús og þau eru bara, og þau vilja fá framhaldsnámskeið og þau eru bara, og þetta var það er svo gaman og þau voru að spyrja bara, möguleiki að fá vinnu, möguleiki að gera þetta og ég, sko, að ég get engu lofað en ég segi þeim bara, þú veist, ég segi bara verið dugleg, þú veist, notið eins og þú veist að segja, notið tæknina notið ykkar hugmyndaflug, hvað viljið þið gera því eins og við vitum, en svo við komum aftur á þessum sem við tölum upp að bara meðal annars, þú veist, sjónvarp meðal annars að fara bara inn á netið rosalega mikið, þegar komið þangað að gera það, þannig af hverju ekki bara fara með öldunni og þú veist búið til ykkar einn eins og við sjáum þessu YouTube-stjörnum í dag nefnilega mjög mikið fólk verið frækt í gegnum YouTube sem hef aldrei komist í sjónvarp af því það kannski aðeins svo feitt eða einhvern veginn asnaldi eða aðeins svo dónalegt eða eitthvað það hef aldrei komist inn í húmórinn passar ekki eða eitthvað skilur mig bara þau að tala kannski hluti sem ekki alveg nóg svona megin þorri fólks hefur vita á eitthvað törfleiki eða Dungeons & Dragons eða eitthvað nördugab og þetta verða oft YouTube-stjörnur og bara eru með atvinnu af því að fá bara tekjur frá YouTube fyrir að vera með vídeo og svo fá auglýsingar og svona og bara atvinnu og eitt af því sem ég ætti kannski ekki að segja hérna í útvarpi þó að ég veit að þið eru náttúrulega líka á netinu það þetta hlaðvarp, við erum náttúrulega rosalega vinsælt úti miklu minna kannski hér heima, hér eru við meira í hefðbundnu útvarpi sem er bara gott að blessa en mér finnst gaman til dæmis, ég uppgötaði til dæmis uppistandar sem þú kannast nú og þið kannski kannast báðu við, Mark Maron sem er með WTF hann er orðin, hann bara með þættina í bara bílskútum sínum og þar fekk hann nú hvorki minn Obama göttunans var lokað og þetta var geðveikt vesen sko, en hann er orðin það stór, byrjaði bara í bílskútum langaði bara að tala grínisti að tala við aðra grínista og og hann bara eins og segi, hann er eins og byrjaði bara í bílskútum og endaði með því hann var hann svo stór og Obama þótti akkur í því að koma og vera hip og cool hjá honum sko. Já, við erum náttúrulega á netinu, það er alveg rétt, það er hægt að ná í þættina hérðan algjörlega allavega einhver tíma aftur og bak og svo munum við sjálfsagt setja þá á netið alla í heilsinni af því að við höfum alveg höfundarétt á efninu frábært og ég mun sjálfsagt fara út í það að gera svona hlaðvarp sjálfur einhvern tímann af því að þó ég hafi rosalega mikið frelsi hér til dæmis þá getur til dæmis ekki verið með heilan þátt á ensku nei, það er óeðlilegt af þetta er íslensk stöð fyrir íslenska hlustendur en þá getur ekki verið með heilan þátt á ensku og þá það er líka kannski einhver takmörk ef mér langar að vera eitthvað svona, jáfnvel, enn dónalegrinni hér Já, við erum ekki búin að vera með dónaskapstráka, hvað er ekki? Engan rosalega Þetta er búin svo skemmtileg líka það er líka kannski ekki alveg viðandi ef maður er með barnastjörnu hérna Nei, en mér langar að spyrja einu áður en vera of seint stundin okkar After Dark færð ekki stundum svona eins og ég fæ oft svona djöfull er ég orðin gamall kall tilfinningu þegar það kemur einhver þú veist bara fullorðin kall eða kettling og segir við já ég horfði alltaf á þig leika þetta hlutverk þegar ég var krakki eða eitthvað færð ekki stundum góðu, þetta er nú bara byrjað að gera ég fór í ársbæðastund í Ísbúð einhvern tíman síðast sumar og bara það voru bara basically bara fullorðnir strákar sem sáttu, æðislega töff í einhverjum frakka og ég geng út og bara á leiðinu út það bara syngja þær allir komdu nú með inn í álfana heim og syngja Benedikt Búli bara guð minn góður þetta eru fullorðnir menn sem voru börn þegar ég var að gera Benedikt og það var svona byrjun og endurinn þá fattaði ég seti orðin svona gammal og maður heyrir þetta líka kom einhver stelpa sem bara ég segi bara hún er ekki 18 eða eitthvað segi ég horfði alltaf á því þegar ég var lítil ég bara þú ert ekki að segja þetta please stoppaðu bara núna nú skulum við bara stopp þetta er svo fyndið þetta gerist það kemur svo fullorðið fólk og bara ég söng alltaf lögin þín þegar ég var 12 ára í 12 ára bekk eitthvað bara ok en það sem er svo gaman og þetta eru fullorðnir menn með allskegg og tattoo já nákvæmlega en hefur sko því nú erum við svona báðir svona silfurrefi við erum gráhærðir mikið finnst þér ekki svo fólk sé að fara að taka því svona
alvarlega, mér finnst svo fólk byrja meiri virðingu mér bara mér finnst það ógeðslega þægilegt ég hef alltaf minna minni afsökun fyrir örglítur ruglinu sem ég hef gert, þú veist, öllum vídjónum sem er á netinu og ég að hlaupa í borðskilinu Laugaveginn og syngja eitthvað dólaskap og eitthvað sem ég alltaf minna minni afsökun fyrir þessu já, ná, ég veit að þetta er bæði gott en svo fer maður að hugsa bara, vá, ég vil nú aðeins að passa mig betur skilur mig hérna hvað ég ger og segja en ég skilur mig svo já, og svo bara getur maður ofta ekki verið kannski með sömu brandarum maður með í gamla dag eitthvað að vera á djamminu og hösla ykkur á stelpur eða þú veist, að fá höfninu eitthvað svona bara þú ert ekkert á djamminu, þú ert gamall já, nákvæmlega, hvað var kallinn að segja? Það er gráhærður gaur að tala um djamminu þú veist, ógeðslegi dóna kall er þetta Nei, ég veit það og maður finnur líka sjálfur eins og þegar ég fann á tímablaður, ég var með mitt grínefni þú veist, ég var búin að vera eitthvað rosalega mikið með hérna, þú veist, kannast ekki við að þeirra konan er, skilur, og maður var eitthvað, þú veist, maður var þreyttur og þú veist eitthvað, svo allt í ná tímablaður fann ég bara, ég get ekki sagt þetta það var eitthvað sem stoppaði minna þá var ég að fara að breyta efninu sko. Og ég held að það sé líka eðlilegt að maður, þú veist, að maður finnur eitthvað sem mann fannst fyndi fyrir einhverju síðan og elskaði að gera, maður bara, ég get ekki sagt þetta lengur, þetta er bara, mér finnst þetta ekki fyndi, það er ekki, þú veist, að því mér er raunverulega, sko, mér er sko, ég er alveg get alveg orðið, þú veist, svona paranoid og hrættur hvað fólki finnst mig og þú veist, fengi alveg þetta þú veist, ég er svo hrættur fólk elski mikið og allt þetta sko sem það skipir búið að sigla í mínu tilviki það skipir búið að sigla í mínu tilviki jú, ég man eftir þess að ég var eins og svona það er lungu farin ég minni sæmt aldrei tilbaka nei, hún er farin en sko, en það er samt svo gaman ég samt ákveðin tímabilum er ég tilbúin til þess að líta út þess og fá þetta bara mér finnst það ógeðslega fyndið og kannski einum öðrum þú veist, ég er ekki að tala um að vera með einhvern eða særa einhvern, heldur eins og félagi minn hérna, mjög góðu vinur minn, hann setur stundum statusa sem er að vitna úr kannski Einari Ben eða Hómers kvið, hann er með eitthvað, hann er náttúrulega doktor gríðarlega greindur og ég set oft fyrir neðan, já, mér fannst alltaf Vacation myndi svo góð ég fyrir að setja og ég set engin broskall, ekkert uppröðunarmerki og ég er tilbúin til að líta út þess og fá þetta en ég sagði, en svo fattaði ekki Guðmi Olmáttur, ég er ekki bara að þetta mig lítið út, þetta er hann fyrir að lítið út fyrir að vera vinn minn á Facebook, bara hvaða hálfvit er þetta sem bara kommenta alltaf er þetta fyrir barnastjarnan nú miðaldra húsfæðurinn sem er að kommentera hjá þér, skilurðu mig Björgvin Frans, en mér finnst svona fyrst mér ógeðslega gaman, þetta er einu fáinskiptum sem mér er alveg sama hvað fólki finnst. Það er ekki stundum svona fyrirgefðu vinur að ég þurfti að eyða athugasemdinni þinni, þú veist ég hef ekki ennþá fengið það ef þú lentið því já, mér fannst það sko persónulega alveg fyndið en ég gat ekki látið þetta standa á veggnum já, fyrirgefðu, mér finnst þú samt fyndin like, broskall já, veistu, ég held Emma það ekki komin bara nokkuð langt og orðin stabilistar í grínunni þegar þetta er komið, þegar fólk er farið að eyða á kommentum, þá verður maður að gera hann að komast þangað já, það er spurning það ekki, það er svona, já ég held það já, ég hefði, svo fremur svo er ekki náttúrulega eitthvað alveg gjössal út úr kortinu en ef fólk er farið að setja heyrðu, ef ekki bara eyða þessari athugasemd hérna já, og svo stundum sko, fólk skilur ekki alltaf að gæsalappir eru tilvitnun og ég hef sett svona tilvitnun í einmitt The Room sem ég veit að þú hefur ég setti tilvitnun í hana inn í gæslöppum á Facebook eitthvað I got the results of the test back I definitely have breast cancer og eitthvað og þá kommentar einn hollensk vinkunum bara mér finnst svo leiðilegt, þú veist ég er búin að fá hérna niðurstöðum tilbaka, ég er örugglega með brjóstakrabbamein, þetta er úr lélegri mynd og brandarinn er að dóttirna segir, þetta verður örugglega bara allt í fína og svo talar ekki meira og svo er ekkert minnst á það meiri þessari kvikmynd og hún byrjar að skrifa en leiðilegt að heyra og ég byrja bara að skrifa tilbaka þetta verður örugglega allt í lagi þetta verður ekkert mál og ég er alveg lengi búin að vera í því þegar bara, heyrðu, þú veist að þegar eitthvað er í kvótum þá er það grín, ég er ekki með brjóstakrabbamein sko, ég er ekki að deyja og allir hini vinir mínir í kringum bara eitthvað skrifa eitthvað svona haha en fyndið og eitthvað og hún bara skildi ekki hvað já, ég veit að þetta, maður þarf einmitt að passa ég reynir nú oft sko eins og þegar ég set eitthvað átur, ég stundum sko ég þarf nefnilega að passa mig þegar ég set eitthvað á ég get verið svo óþroskaður á samfélagsmiðlum sko, ég set eitthvað þú veist, ég er búin að taka þú veist, ég er með hérna ég á að heita að vera sko, komið masterspróf í alls konar að hérna, en svo, þú veist það sem maður þurfti að æfa sem maður þurfti að hérna þú veist, allt sem maður setti fram þurfti að vera, þú veist maður þurfti að hafa, þú veist, hérna hvað segir maður, hérna fact-checka það fyrir ekki alltaf að sletta hérna, hvort það sé satt, hvort það sé satt, hvort þetta, þú veist, hvort það sá sem maður
setti það fram sé virtur fræði, þú veist, þetta var bara endalaust vesen, maður mátti ekki, þetta sem mér er svo erfitt að vera í akademíu, maður mátti bara ekki segja eitthvað, bara nei, af hverju þú segir þetta, hver sagði þetta, ertu búin að fá sönnum fyrir þessu, ég veit það ekki, en hérna nú er ekkert hvert ég ætla að fara með þessu en hérna, nei, þú veist hérna nákvæmlega ekki veit ég það, nei, nákvæmlega fá næsta lag, nei, hérna að hérna nei, þú veist að hérna ég stundi setja á netið eitthvað svona, þú veist, sem að eitthvað Trump eða eitthvað skilur mig bara og þá fæ ég oft hérna, þetta er fake, þú veist, ég bara og ég skamma þessu svo mikið, ég set eitthvað svona tilfinninga hita, þannig að ég núna er að reyna að passa mig þegar ég kommentera að segja eitthvað, ég bara ok, þetta bara rugl, skilur mig, á ég að tjekka á þessu fyrst, þannig að ég er farin að passa mig með. Já, ég er svolítið svona Asperger-gur, þannig að ég er sammála þessu, ekki setja eitthvað bull, það er fullt af fólki að setja eitthvað, það er búið að sanna það að þetta læknir krabbamein og það er búið að sanna það að þetta alls konar svona kjaftaði, sko, sem bæði frá í rauninni bullsíðum og líka frá bara svona skottulæknum og eitthvað, og ég skrifa mjög oft reiðileg svör og er ekki lengur vinur einhvers á Facebook af því að þið vilt ekki láta ég ekki að fakt tekka sig svona harkalega. Það er nefnilega málið, þannig að en hérna, nei, en þetta er svona, svo fyndi ég held að þetta sé eins og með bílpróf, ég tók það ógeðslega seint, þannig að þegar ég var 23 og þá keyrði ég svo 17 ára strákur og bara með þetta svona hávarandi svona tónlist hey yo, what's up en hérna, og þetta er sama með Facebook, ég byrjaði rosa seint, þannig ég byrjaði rosa vanþroska, en skilur mig svona hvað ég segja, hérna ég er mjög vanþroska þegar kemur að samfélagsmiðlum, ég passa mig samt á e-mailum, því þeir eru svo gamalt að maður er búin að fá æfingu til þess að passa sig þegar einhver skrifar eitthvað og maður bara, mér langar svo að svara þessu núna en ég ætti að biðja í 2 daga, telja upp á 10 og mögulega biðja í 2-3 daga, en ég bara er ekki alveg nógu þroskaður á netinu, en ég er að skána. Og með þeim orðum þá kveðjum við ykkur hérna í flæðiskýrinu og við sjáumst aftur að viku í liðinni, eða leinigest. Verið sæl.